Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Hér komið að grillþættum, rauðu kólin. Varst ekki búin í þetta að taka, en hefur ekki að taka kynninguna. Já, komið þið sæl og blessuð. Við þarna fengum við smá forsmekk af galsa viðmælanda áður en viðtölin fara í loftið. Ég leyfi þessu bara að slæta. Maðurinn sem lætur svona heitir Heiðar Ingi Svansson. Velkomin. Já, blessaðu sæl og býð hérna áhorfundur og hlustendur velkomin. Heyrðu, Heiðar. Við höfum eiginlega alla þessa viku rætt stöðu íslenskunar. Já. Og já, hún náttúrulega veik. Íslenskan í hættu. Já. Margir hafa mjög miklar áhyggjur. Og ég hef rætt við 15 ára gamlan strák sem segir að ein meinsendin sé svo að foreldrar eigi ekki næg tjáskipti á íslensku við börnin inn á heimilum og þá fái krakkarnir rými til þess að hlaupa í síman eða iPadin og allur samfélagsmiðla heimurinn sem minna ensku skotin, sagði hann. Þetta svona eitthvað til að hugsa um. Svo var Páll Valsson hérna að lýsa sínum áhyggjum og nú fer að bresta á með hátindi jólabókaflóðsins. Og ég svona velti fyrir mér hvort það varnar viðbragð þó ekki ótrúlega mikilvægt hvað við erum. Páll Valsson sagði að íslenskan hefði lifað af því að Íslendingar hefðu fyrr á öldum verið skrifóðir. Og enn má nú kannski segja að við séum svolítið skrifóð með við margar aðra þjóðir. Kaupóð líka. Og kaupóð líka. Sem að hjálpa til í þessu tilfelli. Og jólagjafa hörðu pakkarnir, bækurnar, þær sannarlega eru varnar viðbragð gegn því að við missum tunguna úr höndunum á okkur. En svona hafandi sagt það, heldur að sumir höfundar og sum forlög séu meðvituð þessa skyldu sérstaklega fyrir áður en tekin ákvörðun um prentun bóka. Ég veit ekki alveg hvort ef þetta sett í samhengi við það þegar ákvörðun tekin prentubóka en ég held að allir sem starfi í bókútgáfu gerir sér grein fyrir því hvaða hlutverkið gegna í þessu samhengi. Hvort það sé að nákvæmlega, það alltaf lagt í grundvallar að þetta sem ég að gera út sé eitthvað hluti eða sé eitthvað svona púsluspil eða innlegg í það að við þetta tungumál held ég sé nú bara langsótt að fara að draga álítanir En við gerum okkur grein fyrir því að öflug bókútgáfa hér í landi hluti af því að við þetta tungumál. Hún ekki, þetta ekki eina breytan, en hún mjög mikilvæg og það gera sér held ég allir grein fyrir því. Og það sem auðvitað skiptir hér máli, ef við hugsum bara akkurat stöðuna núna, fjölbreytni. Og við auðvitað reynum að kortleggja það og reyna að fylgjast með. Það til dæmis í ár mjög töluvert mikil fjölgun í íslensku skáldsögum. Við erum með fjölgun í barna- og ungmennabókum, við erum með minnkun í fræðibókum og svo vantar okkur ungmennabækur eins og hefur nú búið að benda á. Já. Í fyrsta lagi bara þurfum við að sjá hverjir eru styrkleikarnir í þessu sem við erum með, en líka hverjir eru veikleikarnir og við þurfum að vinna með þá. Varðandi heildarmyndina, þá það alveg rétt. Tungumáli lifir ekki bara sjálfum sér og við erum komin svona, finnst mér að svona held ég ákveðnu svona vendipunkti vegna þess að við erum ekki komið það langt eins og til dæmis með Íra að það bara við erum ekki búin að missa þetta út úr höndunum. Við erum alveg með tækifæri núna til þess að bregðast við. Við þurfum þjóðarátak. Það þarf að ná til mjög margra. Bókaútgáfa auðvitað hluti af því. Og hún mjög mikilvægur hlekkur en ekki eini en við þurfum miklu meira, við þurfum svona samfélagslega vakningu og vitund það að bara svona daglegar athafnir okkar og eins og þú ert að lýsa þú veit okkur innsýn í einhvern eldhús eða stofu hjá fjölskyldu sem að 15 ára, hvað var ekki drengur sem var að segja þér þetta líka hluti af þessu Samfélagið að breyta, samfélagsgerðin og samfélagsmiðlar og öll þessi neysla að breytast en eftir þarf að vera að tungumáli þarf að vera rauði þráðurinn einhvern veginn í gegnum þetta allt saman. Já.
Hann þarf að vera líka rauði þráðurinn í því að tala við tæknina og tækin. Tungumálið þarf bara að vera nengstar yfir allt kring. Yfir og allt kring og sannarlega það ekki staðan við hérna sko, það svo margt sem ógnar íslenskunni. Ferðaþjónustan. Já. Öll þessi skilti á ensku, allar þessar leiðbeiningar á ensku, upplýsingar á ensku, það eitt og mjög skiptar skoðanar af hverju við sýnum ekki bara, má ég segja, okkar punk gagnvart íslensku. Ég bara nákvæmlega, það má segja punkur sem sagt. Það ekki? Já. Mér detti þó til dæmis í hug, ég fór á tónleika fyrir nokkrum árum síðan með Sigurrós í Þýskalandi. Einhunderthallen í Þýskalandi. Og það var mjög áhrifult, auðvitað náttúrulega bara tróðfullt og þessi náttúrulega rjómi okkar íslensku tónlistamenningar þarna að spila. Ég var þarna með erlendum gestum og þetta var náttúrulega mjög bara sitt. Þeir sungu nú íslensku meira og minna gegnum alla tónleikana, sögðu fátt en það sem þeir sögðu eiginlega var eitt orð, takk. Og það birti síðan á stórum skjá þegar tónleikarnir voru búnir. Þurfti ekkert að segja meira. Glæsilegt. Og þetta svona, talandi að hafa punga að vera bold, þetta statement til dæmis, ég veit til dæmis, ég hlusta á norska þungararsljónsveit sem heitir Kvelertak, sem mjög stórir í svona alþjóðlegu svona jaðar, svona hardcore rockmenningu. Allt sungið á norsku, allt saman. Og plötnar heita Mjöt og Blóttörst heita lögin og svo framvegis. Og þessi einhvern veginn svona minnimáttarkennd, einhvern veginn að halda það að það sé ekki sko, það með þess að tæki á símanu þínum sem sko hluti af Google Translate, þar sem þú getur farið bara og myndað þú veist, ef þú skilur ekki leiðbeiningar auglýsingaskilti og veist ekki hvað þú kaup í búð, þá getur bara að fara með myndavélina þína, hún þýðir fyrir þig bara á skjánum nákvæmlega hvað þetta, þú þarft ekki að breyta skiltinu. Og þetta hluti held ég af því þess vegna ég segja þjóðarátak. Við þurfum bara öll einhvern veginn að sameinast það að gera það sem í okkar valdi stendur. Ég útgefandi og við erum fleiri náttúrulega þar. Við þurfum að taka þetta til okkar líka, en það bara, við þurfum öll einhvern veginn að finna hvað það sem við getum gert til þess að hjálpa við þessu tungumáli. Og ég svo mikið með hennar heimsendarspá. Ég nú tiltölulega bara eðlilega bjartsýnn. Og ég held að alveg að það sé hægt ég held að, þú veist, að tungumálið sko, mun ekki hverfa, en það gerist ekki, þú veist, það ekki sjálfsagt. Alls og það kannski, við höfum verið svolítið værukær í því að halda það til þess bara eins og, þú veist, af hverju lögum við ekki innkaup bókasafna, þú veist, til almennis, og það svo margt einhvern veginn sem að við getum bara gert, en erum ekki að gera því við höfum ekki. Það verður svona ákveð andvaraleysi. Það af hverju lögum við ekki innkaup bókasafn? Já, til dæmis, af hverju bara breytum við, af hverju, þú veist, hvað áttu við? Já, bara hvernig stendur á því að bókasöfn hér í landinu, bæði skólabókasöfn og almenningsbókasöfn ekki að kaupa nóg mikið hlut því sem við erum að gefa út og færa almenningi. Af hverju þetta bíða í 1 eða 2 mánuði eftir nýjustu bók Ólafs Jóhanns, þú veist eitthvað. Af hverju aðgengi almennings ekki meira heldur en til dæmis? Og af hverju aðgangur til dæmis barna og unglinga, sérstaklega þeirra sem eru tekjulæri sem að langar að sjá núna þar að koma út nýjar barnabækur og hafa kannski eina aðgengi sem hafa gegnum skólabókasöfn. Af hverju eru ekki efla skólabókasöfn? Menna það nýbúin 2 stjórnarmenn bæði formaður Rithöfundasambandsins og stjórnarmaður skrifa grein núna að benda á alvarlega stöðu skólabókasöfna. Já, hefur sem sagt leiðin niður á við í þessum. Við erum ekki með hennar stefnu. Við erum ekki með hennar innkaupastefnu og við erum ekki, þú veist, sko, þetta bara hluti, þú veist, sko, bókmenntastefna sem nú víst í smíðum inn í menningarráðuneytinu sem hefur nú tvisvar verið lögð fram bæði af fráfarandi menningarmálaráðherra og síðan var hann flutt aftur og náði nú ekki brautargengi og útlá soltlu á þinginu. Já. Á nú að leggja fram aftur. Menna, hún náttúrulega, þú veist, á að taka þessu. Bókmenntastefna og bókmenningarstefna hér í landinu hluti af því að viðhalda tungumálinu. Þar þarf að taka öllum þessum atriðum. Já. Það áhyggjuefni að sum börn og ungmenni þau segjast eiga auðveldara með að lesa ensku en íslensku. Og sumir farin að hugsa á ensku, segja þau, þýða svo yfir á íslensku og eftir að þau hafa þýtt í huganum og tala við mann, þá finnum maður að það brotin íslenska, hún borin uppi af kannski enskri orðaröð og svo framvegis.
það eitthvað sko, það einhver þverbrestur líka í menntakerfinu. Já. Og þar eru náttúrulega komin að þessu með námsgögnin, það til dæmis hluti, það reyndar í öðru ráðuneyti, það í menntamálaráðuneytinu, þar var líka lögð fram breytingar, búið að leggja fram 2 svar, breytingar á lögum útgáfu námsbóka fyrir öll skólastig. Og okkur vantar góð íslensk námsgögn til dæmis og okkur vantar fjölbreytileika íslensku námsgögnum. Okkur vantar líka að íslensk ungmenni í skólum vantar aðgengi að bara íslenskum tæknihugbúnaði, menntatæknihugbúnaði sem margur hver til á íslensku, það engin markað fyrir hér á landi, þannig að eina ráðið fyrir að þróuna hugbúnaði fyrir þess aðila að selja nælendis. Þú veist, af hverju það betra fyrir okkur að flytja út frábæran hugbúnað sem að hjálpar drengjum að læra starffræði og allur á íslensku? Af hverju meikar það meira sens fyrir það fyrirtæki að selja vöruna sín til Frakklands en ekki hér á landi? Þannig að það svo margt sem við getum lagað sko, við höfum svo margt við höfum einhvern veginn sko, við höfum þennan grunn og ef við tökum þessa viðspyrnu þá svo rosalega margt sem við höfum gott en við þurfum bara að gera það bara aðeins betra og við þurfum bara að nýta þetta saman og horfa á þetta einhvern veginn sem eina heild vegna þess að hluta af þessari þróun eigum við alveg erfitt með að bregðast við við munum, sko, ég veit ekki hvað þetta bregðast mikið, þú veist mótvægis aðgerri til varnar íslenskunni gagnvart ungmennum. Ég meina, við getum ekkert sagt fyrir hvort að það muni breyta, þú veist, eitthvað því auðvitað getum við ekki keppt við framboð við getum ekki þó við förum í átaki að þýða einhverja vinsælar ellendar ungmennabækur og gefa út hér. Þú veist, þá getum við aldrei keppt við alla flóruna sem í boði á ensku. En svo getum við líka bara spurt okkur, viljum við sem að berum alls konar ábyrgð, ég ber ábyrgð sem útgefandi og stjórnvöld í sveitarfélagum ber ábyrgð á innkaup skólabókasafna, við alls sem berum einhverja ábyrgð og getum eitthvað gert, viljum við bera það ábyrgð að gera ekki neitt, þegar við getum gert eitthvað, þó við vitum náttúrulega ekki nákvæmlega hver niðurstaðan verður. En getum við setið hjá, vegna þess að, þú veist, ég held nefnilega að sé ekkert sko, sé komið að því einhvern veginn, það ekkert eitthvað eitt eða tvennt, þetta ekki bara eitthvað átak sem bara fer í lofti núna og svo lifir þetta bara í einhvern, þú veist, 1-2 mánuð. Þetta bara langtíma plan sem við þurfum að vinna eftir og við munum geta varið tungumálið, held ég, ef við gerum það, en ef við gerum það ekki, já þá getum við bara átt að hætta að lendi í þessu sama og til dæmis Írar. Já. Svo af því þú varst að tala bókasöfnin svona út frá sjónarhóli höfundana en náttúrulega líka ansi lélegt að þeir séu að fá minna og minna frá ári til árs fyrir útlán. Og tala bókasafnssjóð. Bókasafnssjóð, já, einmitt. Já. Það væga sagt getur maður sagt að skjóti skökku við í þessu árferði, sko. Já, það náttúrulega hluti af þessu. Og þá komum við að því að það verið að gera núna í menningarráðuneytinu úttekt og stöðu bókaútgáfu í landinu. Logi boðaði það nú bara, hann var gestur okkar á bókahátíð sem vorum við með í Hörpu núna daginn fyrir hálfum mánuði síðan og þar flutti hann okkur þau tíðindi að það væri verið að gera úttekt og stöðu bókaútgáfuna og þá verið að skoða alla virðiskeðjuna og þetta auðvitað hluti af því. Hvernig ætlum við til dæmis að fara því að tryggja betra framboð ungmennabókum? Það alveg hægt að gera það. Þú veist, við höfum alveg öll tæki og tól til þess. Það þarf bara stefnu og plan og síðan þarf fjármuni náttúrulega líka. Það kostar að halda út í tungumálinu og ef að Normenn eða löndin, öll Skandinavíu löndin í kringum okkur meira segja, þú veist, það sama við í Evrópu. Þýskalandi eða Frakklandi, þau líta á þetta tungumál, sko, það verið að verja háum fjármunum í öllum þessum löndum við að viðhalda tungumálinu og meðal annars það gert með stuðningi við bókaútgáfu. Þú segir það kosti, en hvað kostar það, sko, ef við ætlum ekki að rækta þetta hlutverk, ef við ætlum að missa tunguna frá okkur, þá missum við náttúrulega okkur sjálf. Við missum okkur sjálf sem sjálfstæðan heimspeki, menningar heim og rosalega sög. Sjálfstæði þjóðar. Sjálfstæði þjóðar. Menna við bara, eins og nefndi sem dæmi, hugsa eins og Sigurrós.
Þú veist hvað, við þurfum að, og það meina bara þetta grín hana gamla hana með Eyjafjallajökull og það þetta að vinna með þetta tungumál. Þetta náttúrulega mjög sérstakt tungumál og hérna, og það líka hægt að vinna með það. Það líka hægt að leika sér svolítið með það. Já. Það ekkert skemmtilega þegar maður í Wales en að fylgjast með kílómetralöngum orðum og einhverjum skiltum og svona og fyrir vikið þá eykst áhugi manns á tungumálinu þetta svo framandi. Já, það alveg rétt. Já, heyrðu, það í mörg horn að líta og við tveir leysum ekki öll þessi vandamáli, við erum sammála þetta þjóðarátak og Páll Valsson tala líka fyrir því og þetta sé svona alltaf fleiri og fleiri að kveikja á því að við getum ekki beðið lengur og þetta einmitt ekki þetta ekki spurningum smá skammtalækningar heldur bara heildstætt plan. Nú, ég í hópi höfunda sem að ég hef skrifað 8 bækur. Ég hef aldrei séð neitt pening fyrir nokkra þeirra og það eru ótrúlega margir kollegar mínir sem að segja svipaða sögu. Það ekkert allir sem að geta sótt listamannalaun. Ég hef alltaf verið í einhverju annarri vinnu og svona einhverju sem að hefur komið í veg fyrir það. En íslenskan stundum hugsa ég þegar að spája hvort ég nenna að setja saman bók eða ekki, já, þú ert með eitthvað sem er langar að koma frá þér og svo þetta líka bara gott á svo litla málsvæði og leggir þitt fram en íslenskan verður ekki varin með hugsjónum einum saman, það liggur alveg fyrir. Nei. Og þá komum við svolítið líka því og þetta alveg viðkvæmt ritlaunin sem kerfi sem aðferð við það að svona balansera, þú veist markaðurinn getur ekki ráðið þessu einn og sér. Mín skoðun svo að sú strategía að leggja áherslu á ritlaunin, hlutfall ritlauna í heildar hvað sem vistkerfi bókútgáfu hátt hér á landi með annars staðar, en það koma kannski aðrir hlutir inn líka af því að markaðurinn er svo lítill. Þess vegna þú veist það að sé ákveðin fjöldi höfunda á launum við að skrifa bækur, þú veist skiptir meira máli í stóra samhengjum og það upphæð sem farið, það eru miklu hærri heldur en í kringum okkur. Gallin síðan hvernig þú átt að skipta því og ég ætla ekki að blanda mér í það en það kannski líka hluti af vandanum að það ákveðnir að mínu viti ákveðin atriði þar sem þarf að hafa í huga og ákveðin vandamál þar sem að hefur ekki náðst einhvern veginn leysa, það að tryggja sig ákveðin nýliðun hann inn í þessu. Það auðvitað hægt alltaf við allt svona, öll mannanna verk sem eru bundin af einhverjum sem alltaf bundin af einhverju þó einhverju mælikvarða sé huglægu mati að það sé klíkumyndum. Það þetta líka vandamál með eldri höfunda sem að þú veist kannski margir hverjir eru ekki mennin á lífeyrissjóði og hafa verið sjálfstæðir alltaf tíð og eru auðvitað að skrifa áfram bara skiljanlegt og það einhvern veginn svona hefur ekki tekist einhvern veginn samt sem áður af því að í eðli sínu er þetta góð leið held ég en okkur hefur einhvern veginn ekki búið gæfu til þess að ná einhvern veginn svona betri sátt þetta. Hvernig þetta og þar hefur við útgefundur lítið verið að blanda okkur í. Þetta kannski ekki annað heldur en það að ef að þetta fyrirkomlega ritlauna, ef að væri ekki til, þá væri náttúrulega bara þessi bókútgáfa ekki með þeim blóma sem hún er. Þannig að þetta mjög mikilvægt. En það þarf að fara í ákveðna naflaskoðun og það líka svolítið erfitt af því að það eru allir sem eiga verið í þessari naflaskoðun rithöfundar megin hagsmunatengdir þessu líka. Þannig að þess vegna gengur svo illa einhvern veginn að finna út úr þessu þó að í eðli sínu finnst mér þetta kerfi gott. Síðan það á þessum örmarkaði sem við erum, jafnmörg hér á landi og búi í Brighton, svo við tökum það nú svona samhengi. Hversu margir höfundar geta lifað af því að skrifa bækur hér á þessum örmarkaði? Það líka eitthvað og af því að þessi markaður ekki miðstýrður, hann bara frjáls, hann bara ríkistuddur, bæði útgáfumegin og höfundamegin, þá lítur hann oft ekkert kannski lögmálum markaðarins. Þú skrifar ekki af því að það gata markanum, þú skrifar af því að það einhver þörf hjá þér og svo annan náttúrulega hér á landi sem víða ekki í kringum okkur að það engin aðgangshindrun hérna inn á markaðinn.
og það til dæmis í Skandinavíu, þú sest ekki einhverstaðar í Noregi og bara, þú veist, ákveður það. Men ég var stundum bara símtöl, það í þessi mánuði síðan ég fekk síðan símtal aðalega sem var að velta fyrir sér að gefa út bók og nú er komin mánuður og hún er komin út. Skilur og hún er komin í búðir og hún er búin að umfjöllun þú veist, þetta myndi aldrei gerast neins þar í kringum ykkur það eru í Noregi þarf að fara í gegnum einhverja miðlæg dreifingafyrirtæki og þú veist, þannig að hér er bara það er líka kostur og galli það er kostur fyrir framboði fyrir okkur sem neytendur við fáum miklu meira úrval hér með við hvað við erum fá og það þýðir það að hluti af þessu náttúrulega mun ekki ganga fjárhagslega en fyrir okkur neytendur við erum kannski ekki meira við erum ekki spögglir í því, við erum bara spögglir í því að hér sé mjög gott og fjölbreytt úrval en við þurfum kannski líka að taka bara svolítið hreinskilnislega samtal þetta hvað er réttlætanlegt umreiknum bara ritlunin yfir í fjölda áslaun og segjum hvað er réttlætanlegt að við séum á þessum markaði hér að ríkið sé að borga laun fyrir marga rithöfunda á ári með ársverk og síðan tökum hreinskilnið saman hvernig sé best að skipta því Já. En síðan náttúrulega auðvitað ef við eflum til dæmis einhver bókasafna og getum hjálpað eitthvað svona fleira það mun skipta miklu máli fyrir því að þú með þína bók til dæmis eða einhver aðri geta þá allavega átt einhverja trygga sölu þú veist í gegnum það þannig að þú kannski komið með ég veit ekki 200-300 eintök eitthvað svoleiðis það sem að hérna og ég er ekki sammála því að við erum að vera með eitthvað ríkisreiki apparat sem miðstýrir því að bókasöfnin þú veist í einhverju menningarlegum tilgangi hvað á að kaupa og hvað á ekki að kaupa við erum bara, bókasöfnin er bara að kaupa einn þar bækur sem almenningur vill lesa og er eftirspurn eftir Sko svona í lokin, þú nefndir áðan að ég er nú hérna með bókatíðindi í höndunum Já og þetta er nú eitthvað sem að maður rennir alltaf yfir þegar þau koma út þú nefndir í lokin áðan fyrirgeðu að hérna það væri met í skáldskap Já, íslensku skáldskap. Já, met í íslensku skáldskap. Er bara mikill blómi alveg frá ungum höfundum og upp þar. Já, og það er náttúrulega meðal annars út af þessari lágu aðgangshindrun. Já. Já, mér sýnist bara að vera mjög fjölbreytt úrval. Ég sá til dæmis bara í Kiljunni síðast í gæri við tala við nýjan höfund sem að Dimm er að gefa. Það var mjög áhugaverð bók sem ég hafði til dæmis ekki tekið eftir áður. Og viðkomandi með þess að var búin að gefa út 2 bækur, þetta var 3. bókin hans til dæmis. Og það er alveg, það er klárlega fyrir okkur sem er bara mig og þig sem bókaorma og neytendur og lesendur hérna í þessu landi þá er ótrúlega mikil gróska í útgáfunni hvernig fjárhagslega síðan það kemur út það er svolítið annað mál sumt af þessu líka er drifið á ákveðnu hugsjón og ég er ekki að segja það við getum ekki rekið þennan bransa á hugsjón að sjálfsögðu og hann velti nú alveg samt sem áður þegar allt er tekið ef ég man rétt að þá mælir held ég Hagstofan veltuna yfir 5 milljarða á síðast ári þegar allt er tekið og svo eru óbeinu áhrifin náttúrulega víða en það er alveg ljóst að sko þessi blómlega útgáfa sem að rekin er að hluta til á kannski einhver ákveðin innri þörf að koma frá sér lágri aðgangshindrunum og líka þessu einhvern veginn kraumandi hvað segir við þessum skapandi genum sem við virðumst hafa ég hefði líka viðtal við hérna tónlistarmann núna nýlega sem hann spurður að sem hann alltaf verið að spyrja hann að erlendis af hverju svona margir tónlistarmenn hérna það er voðalega erfitt að svara þessu það eru margir samverkandi þættir en ég held að ritlistanámið hérna í háskólanum og margt fleira sem við höfum verið að gera sé líka skila hérna það er að koma hér fólk líka með íslensku sem annað mál sem hefur flustingað, sem hefur farið að skrifa og gefa út ljóð og skáldsögur sem að skipta hér máli í flórunni. Þannig að það er ótrúlega fjölbreytt flóra sem er gefin út hér á bókum á ári hverju og hún er mjög áhugaverð sérstaklega finnst mér persónulega á þessu ári. Já, og þú nefndir ritlistarkennsluna í HÍ. Hér ræddi ég við einn mann daginn sem gagngert er að skrifa, er búin að gefa út skáldsögu
sem afurð af námi hans í ritlistinni. Þannig eru margir höfundar sem hafa farið þessa leið og þá þetta sama margir tónlistarmenn segja hluta því að hér blómlegt tónlistarlíf eru allar lúðrasveitirnar, skólahljómsveitirnar, tónlistarnámið sem við bjóðum upp og svo framvegis. Ég til dæmis, einhvern tímann var einhver að taka saman hversu margir tónlistarmenn sem starfi í dag hefðu verið aldur upp í lúðrasveit held ég Seltjarnarnes. Þú veist, Benny Hemm minni mig og það var þetta að telja þarna upp Helga Jónsson og Berg hérna sem nú að vinna mikið með Björk og einhverja fleiri. Og þannig náttúrulega við bækurnar en sko horfum á þetta þannig að glasa sig hálffullt. Við erum með alveg óboðslega gott tækifæri núna, akkúrat núna, til þess að bregðast við þessari stöðu sem með fram hérna á Íslandsku. Það því algjört glapræði að klúðra þessu. Við erum með gott tækifæri til að klúðra þessu ekki. Bara alls ekki. Ég finnst við megum það ekki. Og við útgefundur eru sannarlega til ef þarf að setja okkur einhver ramma eða stefnu eða eitthvað sem við þurfum að fylgja sem að gera eitthvað betur sem snýr að því að viðhalda íslenskunni. Við erum sannarlega til í það. Já. Ertu með í kollinum hve margir titlar koma út árið 2025? Nei, það ég ekki með en hérna, þeir eru svona vanalega einhvern veginn milli 900 og 1000 eitthvað svoleiðis, þeir allt talið. Þannig að við erum enn skrifóð. Já, við erum það alveg og svo verðum við bara að vera nógu kaupóð núna fyrir jólin til þess að kaupa bækur. Það náttúrulega hluta þessu. En en þetta náttúrulega þú veist, og auðvitað erum við oft spurð af því að alþjóðlegum eftirfylgjum hvað í vatninu hérna eiginlega, þú veist, hvernig farið að því að unga út öllu þessu fólki sem að og það bara eitthvað ég var einu sinni beðin að gera grein fyrir þessu á ég var fenginn til þess að halda fyrirlestur í Litháen fyrir semst bara menningar yfirvöld til þess að segja þeim bara frá hvernig við byggjum upp okkar hvernig vistkerfi bókútgáfu er hér á landi. Og ég var beðin sérstaklega að greina þetta af því ég talaði þá fjölda titla per haus og þú veist allar þessu höfðatölu útreikningar sem koma nú vel út og þetta samhengi við sem jafnmarg og fólk sem býr í Brighton eitthvað svoleiðis. Ég sagði bara að það væri bara eitthvað í DNA-in okkar. Við bara einhvern veginn ólust upp og þú gerði það nú í Mývatnssveitinni við að segja sögur og þessi sagnahefð og frásagna gleði og eitthvað það bara eitthvað í DNA-in okkar. Sem ég kann ekki að greina. Kári kannski geti einbeitt sér núna því á fullorðins árum að fara að skoða þetta nánar. Já, og þessi metnaður gagnvart því að fara sem best með tungumálið í ræðu og riti. Já, og sjálfsmynd okkar auðvitað hluta því og þess vegna eigum við ekki að fara með þetta einhvern veginn að vera að fela þetta tungumál. Þetta hluta sjálfsmyndin okkar. Já, einmitt. Það eru prýðisgóð loka orð Heiðar Ingi Svansson. Kærar þakkir fyrir komuna. Takk svo leiðis. Þið áhorfendur og hlustendur góðir, það alltaf góð hugmynd að renna yfir bókatíðindin ef þið eruð ekki enn búin að finna jólagjafirnar. En mér langar að þakka ykkur þakka ykkur hlustendum og áhorfendum og viðmælendum og tæknifólkinu mínu og áhorfendum öllum fyrir þessa samverustund okkar hér í kvöld við Rauðaborðið. Við verðum ekki hér annað kvöld því þá verður komin föstudagur en minnum á beina útsendingu klukkan 4 á morgun. Þáttur sem við köllum vikuskamt og sendum hann sem sagt út í beinni útsendingu með 4 gestum. Förum þá yfir þjóðmálin, svo helgar spjallið klukkan 9 á laugardag. Úrval vikunar tekið saman og flutta á laugardegi og svo þátturinn Synir Egils, þjóðmála þátturinn Synir Egils klukkan 20:40 á sunnudag. En kærar þakkir fyrir okkur í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.